við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Við ætlum nú svona að tala kannski frekar óbeint málefni eða óbeint kosningarnar. Eða við ætlum að ekki að tala kosningarnar, heldur svona eitt af þessum málum sem að þyrftu nú helst að verða kosningamál, en það svona stórt svið sem að heitir inngilding. Og þau eru komin hérna til mín. Það alveg landsliðið í inngildingu eiginlega sem að ætlar að segja okkur aðeins frá hvað það og hvernig þau upplifa inngildingu og ekki inngildingu í þessu samfélagi okkar. Og þau kalla sig, eða vinna hjá því sem kallast listvinnslan. Og þau eru Margrét M. Norðdal og Elín Sigríður María Ólafsdóttir. Passar. Og Þórir Gunnarsson sem líka kallaður listapúkinn. Kæra þakkir fyrir að koma til okkar að Rauðaborðinu og svona eiginlega kannski ætlið að rappa aðeins við mig fyrst og svo eiginlega fengust þið til þess að halda eiginlega hálfgerðan fyrirlestur fyrir hlustendur og áhorfendur. Svona þið farið og kennið fólki það ekki, svona leiðbeinið fólki hvað inngilding það ekki? Við höfum gert það, bjóðum upp á ráðgjöf og fræðslu og höfum líka farið og bara sagt frá af hverju við erum að starfa með listvinnslunni og af hverju listvinnslan mikilvæg. Sannarlega. Já. Sannarlega. Og hvað ef við afgreiðum nú bara þessar blessuðu kosningar, við erum ekkert að fara neitt kosningaspjall, en finnst ykkur, hafið þið heyrt að pólitíkusar séu að tala mikilvæg inngildingar og svoleiðis núna fyrir kosningar? Því miður ekki. Nei, því miður hef ekki heyrt neitt talað það. Nei, það nú svolítið svona svolítið skrítið. Það bara mjög skrítið, mjög skrítið. Ég meina, eiga þeir ekki að vera hjálpa til í samfélaginu og taka fyrir mikilvæg mál. Það ekki margt sem að jafn mikilvægt eða meira mikilvægt en þetta. Við eiginlega hérna við Rauðaborð, þá höfum við verið að reyna akkurat ekki kannski bara að tala við pólitíkusa og spurja þá hvað er verið að kjósa, heldur kalla til fólk sem að segir líka stjórnmálafólkinu hvað við viljum kjósa og hvað okkur finnst að ætti að vera kosningamál. Þannig að þetta langar með aðeins til að byrja á því bara að skilja þetta hugtak. Getið aðeins sagt okkur frá þessu hugtaki, það ekki kannski í glærusjóinu ykkar? Já, ég held að við kannski höfum betri tilfinningu fyrir þess fyrir sum okkar sem ekki tamt að nota orðið inngilding og skiljum kannski ekki alveg hvað þýðir. Þetta náttúrulega orð sem er þýtt yfir úr ensku af orðinu inclusion sem kannski náum betur utanum. Og þú veist, það ekkert svo mörg ár síðan við tókum upp þetta íslenska heiti og erum kannski svolítið bara að finna út hvað það þýðir og hvað það stendur fyrir og mikilvægi þess. Og það alveg hægt að hugsa það að, þú veist, það hægt að brjóta þetta niður að hugsa að þetta sé svona ólíki þættir innan inngildingar og það þú veist, jafnrétti, það jafnræði, það aðgengi og svo í rauninni bara, þú veist, það sem ultimate, það sem að tilgangurum með því að bara við sem erum partur af þessu samfélagi, við tilheyrum í þessu samfélagi og við tilheyrum bara eins og við erum. Og það sé gert bæði ráð fyrir okkur og við höfum aðgengi að bara, þú veist, hverju því sem að öll önnur hafa aðgengi að. Og það þú veist, fólk getur skoða þetta bara, þú veist, að því við störfum og lifum bara okkar lífi og tökum þátt í alls konar starfsemi og vinnum ólíkum vinnustöðum og við getum bara rýnt þetta, þú veist, út frá því hvað við erum að gera á hverjum stað. Og eins og við erum starfandi í listum og menningu, við erum öll listafólk og þannig að við höfum svolítið verið að einblína á bara listheiminn og menningu og inngildingu og aðgengi inn í listheiminn. Og aðgengi eins og hefur svolítið verið tekið fyrir það oft svona það sem kemur í hugun á fólki þetta ytra aðgengi. Þú veist að það sé rampur,
þú veist, inn á opinberan stað og það sé, þú veist, lyfta með almennilega lyftur á milli hæða, það sé ekki þröskuldur, þú veist, þar sem þú kemur inn og svo framvegis og það er bara mjög mikilvægt og gott. En svo það líka að hugsa svona innra aðgengi og við getum tekið til dæmis bara listasafn sem dæmi, þú veist, og það er náttúrulega alls konar starfsemi sem á sér stað, þú veist, innan safna og það er mjög mikilvægt að það sé aðgengilegt fyrir áhorfendahóp að koma inn og njóta lista og þá skiptir máli að það sé rampur eða er þrep og það sé lyfta, það eru fleiri hæðir og að það sé aðgengilegar upplýsingar fyrir þú veist, tákmálsnotendur og sjónlýsingar fyrir fólk sem er skerta sjón. Þannig að þetta er allt bara partur af því, en svo skiptir líka máli, þú veist, hverjir sýna á söfnum. Er það breiður hópur, þú veist, það er til dæmis bandarískar rannsóknir sýna, þú veist, að safneign er flest verk í safni Bandaríkjunum er eftir hvíta cis kallmenn og það er ekki, það endurspeglar ekki menningun okkar í sinni fjölbreytni, heldur sýni bara svona ákveðin hóp, þannig að það skiptir að hleypa fleirum inn. Það þarf að hleypa fleirum inn. En þarna kemur þetta einmitt inn. Það þarf að einhverju fái inni og fái inn. Af því að þá líka hugsa maður bara gamla í miðöldum þegar fólk var bara sett út á skip og sett út. Þú veist, þá kemur þetta út. Einhvern veginn útlagarnir og einhverju sem eru bara sendir út á hafa því þeir eigi ekki vera út fyrir borgamörkin, Já. Þannig að þetta er svolítið eiginlega sterkt, þetta orð inngilding. Mér fannst það fyrst eitthvað skrítið að mér fannst eitthvað byrju gilding. Er einhver þarna inni sem er með lykil og þarf að samþykja? Er þetta eitthvað svolítið? En mér finnst þetta núna eiginlega svo fallegt. Þetta er bara svona þetta, þetta inngildandi ferli er það ekki, sem að við erum öll þáttökundur í. Það er engin einhver hliðvörð, nei, þú veist, það eru náttúrulega fullt af hliðverðum allstaðar, en þú veist, en það skiptir máli, þú veist, að það sé hugsað þú veist, þetta innra aðgengi, þú veist, bara hverjir sýna, hvernig fjallað hvernig birtingamyndin út af við, hverjir pródúsera sýningar eða velja sýnendur og svona, til þess að gefa, þú veist, öllum tækifæri og við erum gefa öllum tækifæri. Þið náttúrulega þið eru eiginlega svona þekktir listamenn öll, Já, svona frekar. Já, frekar. Þannig að þið eru svona kannski, ég veit ekki, þið getið kannski einmitt þá ráðlagt hinum hvernig á að þið þekki leiðina þarna inn, svolítið, þið eru ekki út í kuldanum að segja. Nei. Ekki jafn mikið. Nei, ekki jafn mikið, en hvar svona sem listamenn eða einstaklingar finnst ykkur þið hafa komið að svona lokuðum dyrum, ef maður má segja? Ég held að það sé hægt að segja svolítið í menntakerfinu meðal annars. Þar er minna hort upp til fatlaðra heldur ófatlaðra að einhver ástöð sem ég mun aldrei alveg skilja. Mér finnst að það eigi allir jafnréttindi, það eigi allir réttindi. Allir eigi að vera samir og réttir. Hvernig maður lítur út, bara hleypaðum bara inn og bara gefum tækifæri, hvort þessu halda sýningu, listasafn Reykjavíkur eða bara eitthvað staðar, kannski Reykjavík eða eitthvað staðar eða bara eitthvað annars, þá bara gefum við tækifæri. Ég meina, ég veit að ég er ekki að hleypa öllum minn alltaf, en það varður að vera meiri möguleiki, er þetta ekki sammála? Jú, ég er sammála því, meiri möguleiki sammála, Og það verður að vera raunveruleg tækifæri og líka meðvitund það að, þú veist, að við þurfum líka ólíkan stuðning til þess að nýta tækifærin sem að er í boði. En varandi svona menntakerfið, við þórum oft nota svona, borið okkur saman og okkur tækifæri því að við erum, jafngömul. Jafngömul, sko. Já. Og bæði listafólk og vorum held ég bara mjög ung þegar við einhvern veginn bara, þú veist, það var ekkert eitthvað með þetta val, heldur eru við bara búin að vera að vinna í listinni síðan við erum ung. Hún Margrét okkar, hún var nógu heppin til þess að fá stóra fallega fullu tösku en við fengum meira eins og gamla götótt á ónýta handtösku. Já, við setjum þetta okkur fyrir svona gott að hugsa, þú veist, hvernig nestaði samfélagi mig sem bara, þú veist, við vorum bæði í grunnskóla og hefum alltaf gengið grunnskólamenntun
og svo þegar maður, þú veist, veit hvað maður vill, maður ætlar að feta listina, þá velum maður sér kannski, þú veist, að fara í framhaldsskóla sem er mögulega með listabraut, einhver áherslu á listir. Og ég gat valið, eða sérst allavega sótt þann framhaldsskóla sem ég vildi og var með þess að algjörlega, prófaði bara, þú veist, fór í nokkra framhaldsskóla, heima og erlendis, og fattaði ekkert hversu mikil forréttindi það voru líka að geta skipt skoðun og prófa líka hluti. En á þeim tíma var ekki aðgengi fyrir Þóri inn í framhaldsskóla. Þetta var ekki svona opið. Það var ekki svona opið. Þannig að það var ekki fyrir en seinna að... Og það ekki eins og nóg opið ennþá. Nei. Og það var svolítið slagur bara að framhaldsskólanir væru opnir og væru byðu fötluðu fólki upp á menntun. Þú veist, það er bara mjög nálagt okkur í tíma þannig. Já, og það er ekki einu sinni þá eitthvað sérstakt listamenntun eða listanámsbraut sem þú ert að leita heldur bara almennt að komast bara inn í framhaldsskóla. Komast bara inn í framhaldsskóla og bara læra bara myndlist og vera bara betri listamaður og læra bara meira og þá bara læra maður bara nýja hluti. Falla fólk þarf bara því miður alltaf að berjast með berum blóðum höndum til þess að hafa einu svona möguleika á þessu. Það hefur skánað örlítið, jú, en ekki nógu mikið. Nei. Og það er rauninni bara, þú veist, inngildinga þegar maður rauninni alltaf að skilja hvað þetta þýðir. Þú veist, það er það að við höfum öll tækifæri til þess að stunda nám í framhaldsskóla og að við höfum, þú veist, val að fara á þá braut sem við kjósum, þú veist, ef við viljum fara á það sem er í boði, áherslu á listir eða hvort að við erum að hugsa eitthvað annað, hvort við viljum almenna braut eða leggja áherslu eðlisfræði eða hvaða nú er, þú veist. Þannig að það skiptir máli. En Þórir, hvernig fór það svo? Komstu inn í framhaldsskóla á endanum? Nei, ég sótti ekkert í framhaldsskóla, það var ekkert í boði fyrir mig, komst inn í framhaldsskóla, ekki neitt og ég fór í bara myndlistarskólan í Reykjavík og lærði alveg fullt af þar svona námskeiðum og var í námi þar í 1 ár og mér finnst það eins og bara myndlistarskólan í Reykjavík. Ég veit alveg þeir eru með svona fyrir fatlað að læra að mín skoðun með því, mér finnst að þau fá alltaf 1 ár í nám, mér finnst að þau fá meira kannski ár í námi, kannski 2, 3, 4 ár, ekki 1 ár, mér finnst það bara allt og lítið. Já. Það er bara eiginlega algjör brandari. Já, þegar mann eru byrjaðir í námi náttúrulega, þá er það svo dýrmætt, þá er einmitt opnast marga dyr bara inn í lista, eiginlega, veit ekki, bara listina sjálfa og þá einhvern veginn... Já, bara inn í annan listaheim. Já, og þá þarf líka, eða svona líka innri listaheim er það ekki, þannig að þá er svo mikilvægt að fylgja því eftir og fá tækifæri til að halda áfram en ekki bara hætta þá eftir. Já, þá nærðu kannski að teppina ná einhverjum samböndum með fólki sem þú getur kannski unni með í framtíðinni og gæti kannski hjálpa þér og mögulega þú því. Akkurat. Og þessi samræða sem er mikilvæg í öllum listum einmitt við kollega og milli listgreina og milli lista og fræða og allt þetta, en þið eiginlega grípið svolítið til ykkar eigin ráða og þið bjóðið bara upp á þessa samræður þið eru svona bara teymi sem að, já. Er það ekki? Þið farið hjá listvinnslunni og teymi og vinnir teymi og vinnir, já svoleiðis að þið farið og fyrir utan ykkar listastarf að þá eru þið líka eins og svona faglegt teymi sem eru að bara, er það ekki, að upplýsa fólk og ráðleggja og hvað er það helst sem fólk þarf svona hjálp við? Hvar liggur miskiljiði, eða hvar eru fordómandir einhvern veginn hjá fólki? Það er svo margt, ég minn einum að veit allar hvar maður að byrja. En það er svolítið gott bara eins og, þú veist, við kunnum að setja upp kynjagleraugun svolítið, þú veist, og við kunnum að rýna og höfum tekist á við að breyta samfélaginu okkar til þess að stuðla jafnrétti kynjana, þú veist, við erum alltaf orðin flinkar í því, þú veist, það er náttúrulega alltaf, það er ekkert allt frábært. Það er alltaf bakslag. Þannig að það er alltaf að standa vörð. Þetta getur aldrei orðið fullkomið, því miður. Setja upp þessi gleraugu, bara inngildinga gleraugun og vera tilbúin, þú veist, til þess að rýna, þú veist, hvar er aðgengi eða hvað er inngildandi. Hvað er hægt að gera betra? Og hvað er hægt að gera betra. Og stundum þurfum við að skoða hvað er hægt að gera betra með því að sjá hvað er ekki vel gert. Þá lærum við. Ég er dálítið leið á því að sjá að fólk
verður alltaf brjálað ef annað fólk ekki svona fast inn í þessum litla krútlega kassa sem eins og allt hitt. Það bara verður brjálað á einhverju ástæðu. Lefðu fólki bara að vera það sjálft. Það skiptir enga máli hvernig maður lítur út. Það ekki eins og þú. Hvað að því? Og það bara, ykkur finnst það bara að fólk verður óörugt og þá kannski mitt kemur reiði. Já, reiði. Reiði og hræðsla. Reiði og hræðsla. Stundum fyrir fólki vörn. Fólk verður svo trætt þegar það skilur ekki eitthvað algjörlega. En þú veist, við náttúrulega erum búin að byggja upp eins og til dæmis það að starfi í listum, þú veist, við erum búin að byggja upp svona svolítið kerfi, þú veist, við erum með framhaldsskólinu og þá, þú veist, fær fólk stúdentspróf sem að gera það verkum að það fær svona, þú veist, tækifæri til þess að fara og sækjum allavega í háskóla og veist náttúrulega aldrei, þú veist, en þú hefur allavega tækifærið. Ég hef prófaði að gera það. Og stúdentsprófið er svona ákveðin hindrun og ennþá í dag eru til dæmis nemendur og starfsbrautum fá ekki stúdentspróf. Þannig að þeim býðist ekki að sækja nám á næsta skólastigi. Og fyrir utan í svona afmörkuðum brautum og það hefur við verið svolítið að tala til dæmis í tengslu við Listaháskólann að það vantar einhvern veginn að opna þar þannig að fólk geti haldið áfram bara í áframhaldandi námi. Því ég sótt 4 sinnum inn í Listaháskóla Íslands, komast inn fyrsta sinn í viðtal og þau spurðu mig, ert þú stúdent? Ég sagði, nei, ég er ekki stúdent. Þá var þeir bara búin að afgreiða mig sem bara, nei, við ætlum bara að geta hleypa þér inn í skólan. Ég meina, hvernig getur hann haldið áfram að læra ef hann fær ekki að læra? Ég fæ ekki að læra, sko. Mér finnst það þarf að breyta þessu. Algjörlega. Þetta er bara vítarhingur auðvitað. Ef þú kemst hvergi inn í skólakerfið því þú kemst ekki inn á 1 stig, þá kemst ekki inn á næsta stig. Já, þetta er svolítið svona eins og að fá skipti með milli vagna, þú veist, að til þess að geta haldið áfram ferðalaginu eða þú millilendur á flugvöllum á leiðinu þinni, þú veist, þangað sem þú vilt fara. En þú færð bara að fara á vitlausan flugvöll, ekki það sem þú vilt fara á. Alla hefur þetta áhrif á, þú veist, að maður geti byggt upp sinn feril og það var fallegt sem þú sagðir eins og um menntun, því að þú veist, menntun er ekki bara stimpill og próf og bara alls ekki, en þú veist, það sem gerist á þeim vettvangi er svo dýrmætt og maður, þú veist, þú ert að vinna með kollegum eða fólki sem er, þú veist, eins þenkjandi eða svipað þenkjandi og þú hefur áhuga sem hlutunum, þú ert að byggja upp svolítið bara vinasambönd og bakland, maður fær rými til þess að, þú veist, gera alls konar tilraunir og bara gera fullt af mistökum og Þú lærir ekki án þess að gera þau. Kynnast fullt af flottu listafólki hvaðan á heiminum, kannski ferðu í, þú veist, eitthvað skiptiprógram, eitthvað sem þið langar að fara og læra meira þar eða það er boðið upp á hvað námskeið í einhverju tækni sem þið langar að læra. Þannig að, þú veist, og þetta fylgir manni svona bara inn í lífi, þú veist, og ég held að eigi alveg við okkur mörg sem að, þú veist, höfum mentað okkur í listum, þú veist, baklandið okkar er svolítið, þú veist, við fylgjum stað í gegnum bara lífið áfram ef við erum heppin allavega. Mér finnst líka að í sambandi hefur það að segja hann með ekki fara í skóla út af því að hann er ekki búin að fara í skóla. Þessi skrýtaði skildi ekki segja neitt svona alternative, ekkert sagt neitt annað sem hann gæti farið mögulega. En Þórir er bara, þú veist, þetta er líka svona bara svolítið svona aktivismi hjá þér líka. Já, að vera að berja á dyrnar og duglur að segja frá reynsluðinni. Ég er duglur að segja frá reynslu minni og ég er að reyna að koma þessu bara inn í hausinn bara á eins og þau bara eins og þau sem eru að vinna hjá LHÍ hleypi bara föllum, það getur engum máli hvernig það lítur út, hleypi þeim bara inn í skólan og bara gefa bara tækifæri að læra. Mér getur ekki máli hvort þessi leiklist, ljósmyndur, myndlist, bara hleypið þeim inn. Það eigi allir alveg bara réttindi finnst mér og þetta bara hafa þetta opið bara fyrir alla sem ég sagði, bara getur engum máli hvernig maður lítur út. Eða hvaða maður kemur. Ég get ekki verið meira sammála. En manni finnst sko að þetta sé bara, manni finnst nú listaheimurinn ætti nú aldeilis að vera opinn fyrir þessu því að náttúrulega, ég veit ekki, listin er bara þannig að það skiptir náttúrulega engum máli hvernig listafólki lítur út eða við vitum það að listin verður bara til
í einhverju ótrúlegu ferli og þannig að það er búið að skrýta verið með einhverja fyrirfram ákveðar hugmyndir. Það er ekkert bannað í list. Nei, mann finnst það þess að skrýti þá að listastofnanir séu ekki þá opnari fyrir góðu listafólki sem að vil þroska sig áfram, sko. Mér finnst líka alltaf hljóma svo fyndið þegar fólk kemur með einhverja svona skrýtna hluti til að segja í eitthvað hræðilegt list þegar að þú veist þetta er list, þetta þarf ekki að þýða neitt. Nei. Tökum sem dæmi eitt sem ég bara fór svo mikið að hlæja af sem að gerðist á síðustu sýningunum minni. Ég var með mynd af allsbyrg konu sem að heitir ekkert að fela og það var kona sem að var bara og hún kom til mér og sagði akkur er þetta að búa til klám ég bara þetta er list þetta er list, þú skýtir ekki að máli hvernig það gerir ég sá nú þessa sýningu þetta er list þetta er nú mjög langt í frá að vera klám það er bara gríðarlega falleg sýning ég sá síðustu sýningunni í Hafnaborg þetta er alltaf bara en annar staðar enn í listinni núna er til dæmis, öryrkjabandalagið getur komið og hjálpað og leiðbeint stofnunum einmitt rampa og þetta svona ytra aðgengi en þið eru þar að líka fólki þetta ósýnilega raunverulega, þetta svona ósýnilega og þennan blinda punkt í okkur öllum hvar við áttum okkur ekki bara á því að við erum lokuð eða erum með einhver prógram sem eru lokuð eða skóla, þannig að þið eru svona koma og er það ekki segja hérna þeir segja sem bara svona opna bara kerfið það eða þá að þau þori ekki að gera neitt í því það er líka stundum notna en það er svona þessi, þú veist, það er ofta svona þessi innri bías eða svona, þú veist, sem að við kannski erum ekki meðvituð en gera það verkum að við erum svolítið liðverðir, þú veist þannig að við höfum verið að, þú veist, taka samtalið við það og af því að við erum náttúrulega í menningulistum þá hefur við lagt áherslu á það en svona almennt, þú veist, þá má skoða þetta bara þurfum við að skoða þetta bara allstaðar og þú veist, það er þetta að skoða þetta bara hér í samstöðinni þú veist, eru þið meðutum að alls konar fólk komi hér í viðtal og endurspegli bara fegurðan og breyttina í samfélaginu, þú veist er það ekki meðvituð ákvörðun sem þið kannski takið að endurspegla samfélagið í bara allri sinni fegurð Jú Við reynum það sko, ef ég má spyrja, við reynum það innilega og einhver leiti meðvitað og ómeðvitað en maður átta sér á því, bæði eru blindir, að maður er blindur sko, og svo kemur þetta að kannski maður reynir að fá, segjum einhvern í viðtal sem hefur ekki sjálfstraustið, eins og fólk sem kannski hefur aldrei fengið að tjá sig nokkuð tíman. Það er erfiðara kannski að fá þannig fólk til að setjast og tjá sig þar að þetta er eitthvað svona þjálfun sem þarf að eiga sér stað líka og skapa kannski öryggi þú veist, í aðstæðum þannig að fólk sé tilbúið að stiga inn í þær en þú veist, það má alveg, þú veist, og það er þetta að rýna ólíka og við getum skoða, þú veist, hvernig kastljósi, hvernig birtingamynd fólks þar endurspeglar það breytt eða Gísli Marteinn eða einhverju svona spjallþættir, þú veist, er leitast við að sína samfélagi allir sín dýrða því að það skiptir máli þú veist, sýnileikin líka út á við og það er partur af inngildingavinnunni líka og þú veist, inngildinga er ekki bara eitthvað svona tísku orð eða eitthvað, þú veist þetta er alvöru hlutur mikilvægur hlutur sem varður að gera hvað í, þetta er ekki nóg margt gert algjörlega en er þetta ekki bara svolítið upp á líf og dauða sko, svona fyrir samfélagið þetta er bara upp á líf og dauða ekki bara samfélagið, þetta er bara allan heiminn bara fyrir allan heiminn sko. og fyrir mörg, þú veist, þá er þetta bara barátta fyrir réttindu sínum frá, þú veist, fæðingu og bara fyrir einhvern veginn öllu, fyrir húsnæði, fyrir menntun, fyrir vinnu, fyrir atvinnuriki, fyrir eigin sjálfsverðingu, bara, þú veist ekki síst það náttúrulega bara allir þættir, þú veist, sum þurfa að takast á við baráttu bara í öllum á öllum sviðum lífsins einhvern veginn í staðin fyrir þetta sé bara eðlilegur réttur og hann sé virtur, en ég held að stundum, þú veist, þá er svona forréttinda blindan kannski byrgir fólki sín ef það sér ekki
að hversu miklu máli það skiptir og hversu mikilvæg inngilding fyrir fólk sem hefur verið jaðarsett í samfélaginu. Og fólk kýs ekki að, hafa ekki aðgengi samfélaginu eða vera jaðarsett. Þetta samfélagslega skekkja. Bæði bara í kerfunum okkar og struktúrnum okkar, en líka svona innri skekkja. Hugsana skekkja á það að vera að, að við séum einhvern veginn misrétt í samfélaginu. Við höfum mismengið rétt til þess að vera til og lifa og vinna í styrkleikunum okkar í því sem við viljum gera. Þetta skekkja. En það sem svo gott að það er hægt að laga skekkjur. En við þurfum einhvern veginn bara að vera tilbúin að takast á við og taka ákvörðun að laga það. Að laga það, að breyta þessu, laga þetta, breyta þessu. Hafa betra viðhorf. Það þarf ekki að vera svona rosalega flókið. Og það oft, við segjum oft frá því, þegar við erum að tala, þá er svo gott, eitt gott tæki, að þú ert einhvern veginn að velta því fyrir þér í því samhengi, eða hvaða samhengi sem bara, ef ég væri að hanna þetta kerfi eða þennan hlut, bara þú ert með menntakerfið hefur einhver völd þar og ert að skoða að það þarf breytingar og við þurfum að bæta inngildingu innan menntakerfisins. Og þá getur stundum verið ótrúlega svona bara þungt og stórt og mikið og eða þú upplifir kannski bara að þetta sé ekki vinnandi vegur að fara einhvern veginn að breyta öllu kerfinu einhvern veginn. En þá, og sama hvort það er menntakerfið eða atvinnulífið eða hvað sem að hugsa bara, ég hugsa mig bara á núllpunkt. Ég ætla bara að vera með hreinan skjöld og byrja bara að byggja kerfið mitt upp og nýtt. Og þá náttúrulega held ég að í dag, miða við alla svona skuldbindingar og samfélagslega sáttmála sem við sett okkur og það að við viljum vera inngildandi samfélag. Þá erum við ekki að byggja kerfin okkur upp þannig að þau séu eðli sínu útilokandi. Heldur erum við bara, byggjum innan nýtt hús, við byggjum það þannig að það sé aðgengilegt. Við getum gert það í dag og við getum endurhugsað, infrastruktúrun þannig, en það er svolítið gott að hugsa sér bara, hver óskastaðan? Hvernig myndi ég gera þetta ef ég var að búta til núna? Og það er betra held ég að vinna sér það en heldur en að vera einhvern veginn að vinna út frá hindrunum eða að því að fólki vext það oft svo í augum. Já, algjörlega. En þetta ákvörðun sem þarf svo að fylgja eftir og ákveðin svona rýni, þannig að fólk bara, hvar er skekkjan hérna, eða hverjir þú ert með viðburð og sér bara að koma, eða hverjir geta ekki sótt hana viðburð. Þú ert að halda stóran fund. Hverjir eru ekki á þessum fundi sem að þyrfti að vera hérna? Akkur eru þessar manneskjur sem ég sé að ég vildi vera hérna, akkur eru þær ekki hérna? Hvað get ég gert til þess að, bæta það? Þannig eins og þið segið þá verða sumin reiðir, eins og þú nefnir Elín. Sumir þegar kannski þið komið og segið heyrðu, af hverju er ekki þetta og fólk verður stundum reitt þegar er ekki alveg að skilja hlutina hrætt. Já, og upplifa það sem gagnrýni sem það náttúrulega gagnrýni býtum ekki, af hverju eru þessir hópar ekki hér, af hverju er ekki gott aðgengi, af hverju er ekki heimilað, en ef að þið síðan komið með það sem þú kallast núllpunktinn eru þið þá svona hjá listvinnslunni, komið þið og hjálpi fólki að fara niður á þennan núllpunkt og bara hjálpa fólki að hugsa, hvernig viljum við? Já, við erum að reyna að hjálpa þeim að skilja betur hvernig þetta allt er og hvernig þetta virkar, hvernig hlutunir eru og eða gætu gengið fyrir sig. Stundum erum við bara svona að skerpa gleraugun, að hjálpa fólki að setja upp þessi gleraugun og rýna umhverfið sitt og ráðleggja fólki bara, að rýna síðan bara ólík svið, ólík lög innan kannski starfseminnar eða kerfana, en við erum kannski ekki, að fara að ganga með fólki neyðanett til þess að gera þetta, bara Nei, en við erum bara segja þeim að það sé góð hugmynd að skoða þetta. Já. Þetta er mikilvægt. Þið eru að bjóða upp á ráðgjöf sem er byggð á ykkar eigin reynslu líka. Já. Þetta er ekki bara þið eru ekki að vísa bara í grein númer 317 í einhverjum lagakafla, þið getur kannski. Algjörlega ekki. En við vísum oft á til dæmis á samningsáttmálum málefni fatlaðs fólks sem
sem þarf sannarlega að benda á einmitt. Svona með öllu hinu. Já, einmitt. Og svo komið líka með ykkar reynslu og það sem að þetta bara, þið eru raunverulega með svona, þetta er svolítið á mörgum sviðum sem að þið eru það eiginlega þetta er bara kennsla. Já, kennsla. Þetta er bara kennsla, við erum bara að leiðbeina fólki og bara kennsla og við erum bara að kenna þeim og leiðbeina þeim og segja bara, það alltaf leið, bara prófaðu bara eitthvað nýja hluti. Það getur enga mála hvort þú ert góður að teikna, að mála eða listi eitthvað. Prófaðu og þróaðu áfram, þá bara lærur bara smátt og smátt. Ég meina, þú getur gett vita hvort líkar eitthvað ef að þú prófaði aldrei. Og þú veist, eins og það getur líka bara gott, þú veist, að því ég held að, þú veist, við erum ofta ekkert meðvituð forréttindastöðu okkar eða að skerta stöðu einhvers annars af því að við erum kannski ekki í daglegum samskiptum við, þú veist, við erum bara í okkar vinnu í okkar stað í lífinu en með því að, þú veist, til dæmis bara ef atvinnulífið væri meira inngildandi og þá væru það myndi náttúrulega leiða af sér að þú ert að reka þig á þá eitthvað sem þarf að laga af því að þú ert með alls konar fólk. Fólk veit ekki ná mikið því miður. Nei, og við höfum alveg orðið verið við það að fólk býttu nú við, mátti þú ekki fá, bauðst þér ekki að fara í framhaldsskóla Þóri, býttu hvernig stendur á því? Og veit ekki að, þú veist, það var ekki fyrir en bara, þú veist, árið 2008 eða eitthvað sem þetta var fest í lög að fólk ætti rétt á stundanámi í framhaldsskóla, þú veist, og bara býttu sóttur og komst ekki að þarna, eða býðst þér ekki þetta og, þú veist. En við höldum kannski líka bara stundum sem samfélag við séum orðin svo opinn fyrir öllu og séum svo búin að vinna svo mikið í mannréttindamálum og jafnréttismálum og inngildingu og öllu, en svo hvernig kemur það svolítið svona illa. Það kemur svolítið illa. Ég meina við höfum gert það bara ekki nógu mikið. Gerum ekki nógu mikið, það kemur bara beint í bakið á okkur. Og það er náttúrulega hlusta á fólk sem að tilheyrir jaðarsettum hópum og upplifir jaðarsetningu. Og að því að þau náttúrulega eru bestu kennararnir til þess að, þú veist, segja okkur hvað þarf að bæta og hvað þarf að laga og fólk hefur náttúrulega verið duglegt að vekja bara máls á því og stundum því misvel tekið sem bara miður af því að þú veist við erum akkúrat út eftir því sem ég var að segja á þann fólk getur orðið hrætt þess að það skilur ekki algjörlega en þú veist við erum alltaf en þetta hagur okkar allra þú veist þetta þegar þú bætir aðgengi hvort sem það ytra innra aðgengi það alltaf að fara að þjóna okkur öllum þú veist við erum alltaf að fara að bara, já, einmitt öllum, það er náttúrulega margir jaðarhópar og þegar einn jaðarhópur fer og eiginlega svona minnir á sína stöðu og miðlar af sína eigin reynslu þá eiginlega opnar það yfirleitt fyrir mörgum öðrum í leiðinni líka, ertu ekki að meina það? Jú, algjörlega, það er náttúrulega bara alls konar fordómar þannig að það er holdt fyrir okkur að eins og fyrir nokkur árum síðan horfast í augu við það 2021, þá var ég bæjarlistarmaður Mosfellsbæjar og mér var það stærsta viðurkenning sem ég fekk og síðan var einhver ein manneskja sem kom að það fyrir neðan hjá mér þetta truflar mig ekkert í dag ég er ekkert að spá þetta kom að það fyrir neðan hjá mér og hann sagði bara þetta er ekkert list skilur þetta finnst mér ekkert sniðugt skilur þetta bara hann bara fyrir að segja bara eitthvað vitlaus og hann veit ekki hvað myndlist er Nei. Já, það sem ég ætla að segja það er að maður helst að vita sjálfur hvað manni finnst það og bara ekki gefa þeim þá gleði að vera skammast í þeim. Nei, einmitt. Það er ágætis ráð sko. En það er náttúrulega má segja að kannski allir listamenn verða fyrir erfiðri gagnrýni og mjög svona ég veit ekki, kemur oft upp einmitt þegar fólk kannski reyna að gera eitthvað nýtt og öðruvísi sko að það er alltaf einhverju sem segja að þetta er ekki list og svona dæma það en þá kemur kannski að einmitt svona einhverju eins og þú ert að segja svona þessari sjálfsvirðingu og sjálfströsti Akkurat. Og þessi stóru tösku að kannski listamanneskja sem að hefur ekki þurft að berjast svona fyrir sinni tilvist. Það get ekki allir alltaf verið glaðir. Nei, það er bara svoleiðis. En getur kannski tekið svona gagnrýni að þetta slær þig kannski svolítið út af laginu, er það ekki? Þetta sló mig út af laginu þá á sínu tíma, 2021 ég fekk þetta, en þetta er ekkert að trufla mig í dag, sko. Nei, og ef einhver annar myndi segja svona núna, þú myndi verða betur svona... Ég myndi verða svona betur undirbúin og svona. Já.
og það náttúrulega alls konar svona hindranir byggðar inn í kerfið eins og getur þá í líka bara listunum. hringt í mig og ég get farið til hans og sagt hvað veist þú list? Já. Þetta alltaf mjög mikilvægt kennsla sem þar margir þyrft að fá, það bara svona að vera svona cool. Og hvað er list? Nei, ég veit ekki hvað list. Hvað er list? List bara list. Getur ekki máli hvernig það lítur út. List ekkert eitt. Það er Einmitt, og list ekki forréttindi, list bara fyrir okkur öll, þannig að við þurfum öll að fá tækifæri. Það þurfa ekki allir alltaf að vera hrifnir af allri list, fólk bara guðvelkom með að hafa mismunandi skoðanir þetta, en það alveg ótrúlega þarf að vera með attitút, sko. Já, en hvað finnst ykkur þá svona sko nú eins og oft þegar einhver svona réttindabarátta þá verið að svona búa til kannski sérhátíðir eða sýningar og sérskóla, þú veist, það svona til þess svo að vega upp á móti einhverju, að þá er svona tekið fram, þetta list fatlaðra, sko, stundum getur stundum það verið mjög hjálplegt, það ekki? Ef við hugsum til dæmis listan landamæra, listahátíðina listan landamæra, að þá náttúrulega tilgangur hennar að vekja athygli og koma framfæri listsköpun fatlaðs fólks og þú veist, þegar að skekkja og þegar að fólki bjóðast ekki í sömu tækifæri þú veist, þá skiptir máli að við förum í svona réttindabaráttu til þess að styðja við fólk, en eins og listan landamæra vinnur að því að vera í rauninni óþörf. Það væri rosalega fínt ef við þyrftum ekki að berjast fyrir réttindum eða þú veist, fatlaðs fólks eða kvenréttindum eða rétt fólks að verðundum uppruna með ólíkan húðlit eða þú veist, kynsegin fólks, þetta væri frábært ef við þyrftum ekki að gera það. En það mun í miður alltaf vera svoleiðis að einhverju leyti. En á einhverjum tíma þurfum, þú veist, kynjakvóta til þess að rétta, þú veist, hlutföll innan í alls konar samhengi, innan stjórn og svona, og í einhver tíma, svo vonar man alltaf að þetta bara einhvern veginn gerist svo bara, þú veist, þetta sé komið og þetta sigli. En þú veist, reynslan kennur okkur líka að þú veist, það alltaf að vera samt á tánum, bara, þú veist, það að koma baksla í hinn og þessu. En þannig að stundum þarf, en það ekki samt þannig að þú veist, það bara stundum það þannig að það sé bara afgreitt. Þú veist, ok, hérna bara þessi sérdeild og það bara gott og vel og svo gerum við ekki meira einhvern veginn. Af því að þú veist, við alltaf ríkari þegar við bara öll að vinna saman. Þú veist, við að læra hvort öðru eins ólík og frábær á ólíkan hátt og við Það er alltaf að segja að margir sem tilheyra jaðarhópi sko vilja gjarnan á einmitt og tímabili kannski í sínum ferli eins og þú ert að gera það líka við að sé svona eins og listrætt gjörningur að minna á þína aðstöðu og hvenar þú kemur á lokuðum dyrum og svoleiðis og vilja svona ítrekka það og gera það jafnvel að inntaki en svo segja margir sko vilja ekki einmitt festast í því að það sé bara það það sé bara litið á þína list sem listfallaða já, eitthvað svoleið, sko, er þetta ekki þannig líka? Þú vilt geta bara fengið frelsi til að stundum að tala þig sem fallaðan listum og stundum ekki. Jú, ekki verðum einhvern sko, það fer svolítið eftir aðstæðinum hvort það sé í lagi eða ekki. Að tala, að þér finnst í lagi að sé bara í lagi yfirleitt að orða það þannig. Það mismunandi eftir aðstæðum. Ok. Einmitt. En þú veist, bara eins og núna verið svo mörg frábær leikverk á, þú veist, sviði leikhúsinu undanfarið eftir bara mikla umræðum, þú veist, inngildingu í sviðslistunum til dæmis, þú veist, það þú veist, Fúsi í Borgarleikhúsinu og Taktuflugi Baby í Þjóðleikhúsinu, bara svona til að nefna eitthvað og dúettar, á Reykjavík Dansfestival bara núna helgina í Borgarleikhúsinu og þetta skiptir bara máli, þetta sé bara almennt á, þú veist, bara það sé alls konar fólk á sviðunum okkar og í, þú veist, það sé gefin út verk, skáldverk eftir fólk sem hefur ólíka reynslu heim, þú veist. Og stundum það ekki bara til að mennta okkur, mennta alla, er þetta ekki líka bara, hugsið þið ekki til barna sem já, við erum líka til barna. Sem að mér finnst vera mikilvægt og það að það sé kynnt bæði börnum og úlingum svona
veikindi fatlara svo að skilji betur svona. Já. Og að þeir sem eru fatlaðir til dæmis Og sé ekki að koma fjöllum. Já, og er það ekki líka þetta bara þegar að það sé mikilvægt að börn upplifi að þetta sé þetta fordæmi svona. Já, það er svo frábært en þú tala mér svona fordæmi eins og verið svona fötla börn og bara svona gefa þeim svona tækifæri og bara vera góð við þau og allt þetta og þá lítaði kannski til mín og Ellu skilur að því við erum svona frábæra fyrirmyndir og líta svona rosalega upp til okkar og sjá kannski fyrir sér, já ég geti nú kannski bara verið listamaður eins og Þórir þú veist, það bara, eða ég geti verið á þessu sviði veist, og að því að það skiptir máli þú veist, við speglum okkur náttúrulega í bara samfélaginu og því sem að birtist okkur og ég meina, ef það hefði aldrei verið neitt kvenrithöfundur þú veist, hefði þér dottið í hug bara get ég þú veist, eitthvað riðstörf eða er þetta ekki bara fyrir kalla eða hvernig er þetta? Nei, fyrirmyndi skipta rosalega máli. Það væri maður bara í eldhúsi. Eða í kvikmyndum, þú veist, eru allir hvítir í íslenskum kvikmyndum? Endurspeglar það samfélagið okkar? Nei. Og stundum, ekki alltaf. Og stundum þurfum við að hugsa, þú veist, við þurfum að breyta þessu og þetta er hér. Hvernig þurfum við að þurfum að mennta fjölbreyttari hópleikara til dæmis til þess að það skili sér á sviðin í kvikmyndirnar þú veist og í allt þurfum við, þú veist, þannig að við þurfum allt aftur að fara í rótin segjum bara það er mikilvægt en hvað með þú veist hvað með meira fötluðum leikurum meira fötlaða leikara og þá þurfum við að fara að vinna ég sé ekki mikið af því nei og þá þurfum við að fara að vinna skilur strax bara í grunnskólanum er þetta yfirleitt mögulegt dettur mér í hug sem barni að ég geti mögulega að starfa í listum þú veist, hef ég eitthvað til að spegla mig veit ég á möguleikunum þú veist, þannig að það þarf að vinna bara í oftast þegar einhver á að leika fatlaða mannesku þá er ófötluð manneski látin leika það, hefur tekið eftir því? Já, það er bara alveg hrikalegt en nú er búið að flagga því líka þú veist, að benda það að það þurfi, þú veist að bæta breiddina í bara þeim sem eru á sviðu og eru að taka sér hlutverk og skrifa verk auðvitað líka það þarf svona að breyta viðhorfinu og opna svolítið margar dyr sko, virðist vera er það ekki svona á Íslandi ef þið myndu sko kannski gera svolítið bólgiverkefni en til dæmis ef við myndum okkur að verði kosið og kom einhver kannski ný ríkisstjórn og svona og hvað getur við svona tekið sem skilaboð hvaða dyr þarf að opna bara helst strax þú veist, allar þeir lokuðu? Bara allar þeir lokuðu Já, bara þetta er einfalt Já, bara hvort það sé bara allar lokuðu hvort það sé tónlist, myndlist, leiklist getur ekki máli hvað það er bara opna allar þess að lokuðu bara fólk hafi, þú veist, aðgengi að menntun á öllum skólastigum, þú veist, óháð bakgrunni, óháð fötlun, óháð húðlit, óháð fjárhagsstöðu, til dæmis, óháð trú, bara, rýna allar þessar breytur. Ok, það er menntakerfin og það eru bara margar, það er bara að byrja menntakerfin, það eru bara margar lokaða dyr, við sjáum hérna, sem það eru rosa margar lokaða dyr. Það eru bara valla dyr þarna. Ok, og hvað í öðrum kerfum svona, hvaða kerfi er náttu til? Heilbrigðiskerfi? Já, og líka á vinnustöðum. Já. Það er margt sem mætti laga. Atvinnulífið svona. Já, það mætti margt laga samband með atvinnulífið. En það er samt farið aðeins að breytast núna. Já, aðeins, en það er samt ekki nógu mikil tækifæri í atvinnulífinu fyrir fatlaða og fyrir ófatlaða. Margir til dæmis eða mörg sem eru störfum sem að gera þeim ekki kleift að vera verkalýðsfélög. Þannig að fólk hefur ekki, þú veist, réttindin sem að, þú veist, við sem erum að borga í stéttarfélög og svona höfum. Þetta finnst manni svo ótrúlegt, sko. Það er bara eins og vondi brandari, sko. Og stundum er svona, þú veist, verið að, alls konar prógram í gangi til þess að styðja við fólk, til þess að, fara inn í kerfin sem hafa verið útilokandi og ekki inngildandi en stundum sem að bara, þú veist, farið þið á námskeið
bara, þú veist, stjórnendur, fyrirtækja og starfsfólk og svona og bara farið þig á færninámskeið í því hvernig þið getur verið inngildandi. Þú veist, ekki setja ábyrgðina á manneskjuna sem jaðarsett, heldur setjum ábyrgðina bara á mainstream samfélagið, þú veist. Og við höfum til dæmis stundum djóka með það bara því að okkur finnst náttúrulega brennum fyrir listum og menningu og erum alls konar námskeið í boði. Ella og Þórir hafum verið svona að leiðbeina núna á námskeiðum í haust hjá listvinnslunni og við þyrftum nú bara vera með svona keyra einhver námskeið til dæmis fyrir, þú veist, fólk í fjármálageiranum sem að hefur ekki trú á sér í listunum og hefur kannski einhverja skakka hugmyndum hvort þau geti yfka listra búa til bara svona sér námskeið fyrir svona ákveðna geiri í samfélaginu. Og kannski stjórnmálafólk líka. Og stjórnmálafólk. Nálgast bara þitt innra skapandi sjálf. Það er stundum samluturinn. Af því að þú veist, listin svo mikil sammenning, þú veist, og það opnar svo oft á, þú veist, að finna hennar þráð sem við eigum saman í gegnum listir og gegnum menningu. Hvað með að kenna matarlist? Já, matarlist. Allir koma eld og borða. Já, hvað verður að kenna matarlist eða bakaralist? Gott að byrja þar bara. En námskeiði sem að þið eru með núna, eða sko námskeiði sem að þið eru með, að þið kom með svona dálítið flottan glærupakka, eigum að byrja honum eða eigum að gera það seinna eða svona er það ekki svolítið eigum að bjóða hlustendum og áhorfendum upp á bara framhaldsþátt. Ég er bara mjög opinn. En við störfum saman á vettvangi listvinnslunar og það er svona bara eins og svona reglíf yfir alls konar starfsemi og þetta er lifandi vettvangur sem bara þróast og breytist bara eftir því sem að Það er öllum allt opið. Okay. Og stofnuðu þið þetta bara í sammenningu? Já, officially þá stofnaði hún það, en við þróuðum þetta saman í sammenningu. Og við erum að vinna saman svona hópur og komum saman og vinnum að listsköpun og svona og styðjum við hvort annað. Og svona gerðum við þetta svolítið að því sem það er. Já, og svo erum við að bjóða núna upp á námskeið í haust og aftur í vor sem að er hægt að sækja á í myndlist og kvikmyndalist. Við hlökkum til að sjá þig. Já, það kom mjög mikið til að sjá þig. Þið sjáu hvað við erum eitthvað svo skemmtileg. Já, ég sé það er bara, sko, en er það listvinnslan, getur verið að sé seta í því? Já, við erum svolítið að vandrast með þess að setu, eða kannski ég. Já. En það er svolítið töff. Það er mjög gott að hafa setu. Hún hefur eitthvað svona fallegan sjarma. Þannig að það er seta. Ég gleymi þið samt stundum í fljótfærni. Mér finnst best að hafa setuna bara fyrir lappirnar. Já. En við erum svolítið að vinna með setuna. En þetta er setan og klósettsetan og lappan, en það er listvinnslan.is, er ekki? Listvinnslan.is og svo erum við á Facebook og Instagram og reynum að vera svona duglega vekja athygli á listsköpun fólks og sína frá starfin okkur svona á þeim vettvangi. Já. Og erum mjög til í alls konar samstarfi. Við vorum til dæmis með smiðju daginn í samstarfi Átak, félag fólks með þroskahömlun í artivisma. Það sem að því að Átak er náttúrulega svona hagsmunasamtök og réttarsamtök. Við vorum að gera svona ýmis konar upplíkandi plakkut. Já, við vorum að vinna svona með listina og mannréttindabaráttuna saman. Af því að þú veist, hún er náttúrulega bara mjög nátengd, þú veist, það er listin á sér bara, þú veist, ótrúlega sterkar rætur í réttindabaráttu og réttindabaráttu, þú veist, nýlistir listina og svona, ákveð myndmál líka í ýmsum baráttu. En það var ótrúlega frábært að, til dæmis súsmiðja, þar sem fólk kom og var svona að tvinna saman bæði að setja sitt kannski hjartansmál eða sitt baráttumál fram með svona myndrænum hætti. Það var nú gaman að sjá það líka. Þannig að við höfum tókum við einhverja myndir af því? Við tókum fullt af myndum af því. Þið og bara segja eins og þarna var komin stórhópur fatlaðs fólks og þú veist,
það svo margt sem skiptir máli, þú veist. Það ekkert, þú veist, fólk var að kom krónu á móti krónu skerðingu, þú veist, af því að það náttúrulega bara fólk sem þykkur örorkubætur, þú veist, þau upplifa mikla skerðingu ef að þau ná að afla sér inn einhverja tekjur, þannig að það var fólki svona ofarlega í huga. Já. Svo var svona ýmisplögguð sem að snerist bara það stiðja við ákveðna hópa og svona og fordóma, þú veist, að því að fólk eru að upplifa fordóma bara mjög víð í samfélaginu og áreiti, þú veist, mikið. Þannig bara í daglega lífinu. Í daglega lífinu. Að háa leigu, þú veist, aukin matakostnað, þú veist, það var náttúrulega bara allt sem að kemur inn á það að vera bara manneskja sem kom þarna fram í þessari smiðju. Flott og hugmynda. stríði. Það styðja við fólk með ákveðin veikindi og alls konar. Margt var hægt að sjá þarna, þetta var mjög frumlegt. Já, og margt sem brann á fólki. Já, við kannski fáum við bara, það væri gaman allavega ef ég fengi sjá myndirnar og eins og þú segir að senda, takk fyrir það, en ég vil einmitt að vera með svona kannski námskeið hérna ef að við gætum komið því í kring, en mér langaði aðeins að nefna því að þegar við nefndum setuna sem er svona útlenskur stafur og við vorum að tala hérna áður nú komin í stúdíu svona pólitík og hvort við ættum að tala pólitík eða þannig, auðvitað erum við alltaf að tala pólitík en þá Er þetta ekki hálfgerð pólitík? Ég er ekki bara hálfgerð pólitík sem við erum að tala Við erum pólitíki núna Núna erum við pólitíkin og núna erum við bara að skora á pólitíkin og þeir verður bara að hlusta á okkur En þið voru að tala Trump nefnilega Þið voru ekkert Manninn sem hatar fatlaða Já Appelsínuna Maðurinn sem hatar fatlað og hann hugsa ekki hann bara á móti öllum þessu maður hann hatar vist líka konur og bara allt sko og svo margt fleira ég var svo svektur þegar hún tapaði ég vonaði svo innilega að hún verði fórseti ekki þessi Trump ég skil alltaf einu sinni hvernig hann fekk leyfi til þess að fara í framboð eftir allt sem hann har búin að gera hvernig hann ekki í fangelsi einmitt en við vonum nú eiginlega núna svona við sem ekki fara að kjósa einhverja sem hata fatlaða til dæmis og það sé að fara að vera dálítið svona við sem að fara að vera núlpunti eða þessi núlpunti sem þið lýsið svona þar sem við getum sem samfélag bara núllið er líka svona bara opnun maður sér að líka sem svona bara opnar dyr maður er svona ímynda sér að það bara vonandi og eftir kostingar opnast bara marga dyr en verðið þið fyrir, nú rétt undir lokin svona verðið þið fyrir þessu sem þú segir áreiti svona kemur fyrir Það kemur fyrir, já. En er það minna svona fyrst ykkur með aldrinum og... Það er minna bara með aldrinum hjá mér. Þá hef ég ekkert fengið svona mikið áreiti, sko. Þú skilur. En sko, mér finnst það samt ekki gott þess að fatlað fólk sé að fá áreiti og allt þetta. Það þarf bara að laga þetta. Sko, þetta náttúrulega ætti ekki að vera að gerast neinstaðar en þetta er bara staðreind í miður að svona er þetta. Það ætti ekki að vera á seiði en það er á seiði. Og við verðum að gera hvað sem við getum til þess að reyna að stöðva þetta. Og við verðum náttúrulega að horfast í augu við það líka. Og kannski vita af þessu, sko. Og viðurkenna að þetta er hérna og gera okkur grein fyrir því að við sem samfélag ættum ekki að leyfa þess að vera að gerast. Nei. Og halda áfram að finna leiðir til þess að stöðva það. Og það var náttúrulega líka mikilvægt að fólk segi frá eins og allir í MeToo þá var fólk að kom fram og sagði að fólk bara segi frá þori að segja frá þessu sko áreitinu og ofbeldinu kannski oft sem að og óréttlætinu sem það upplifir mitt. Algjörlega og ég meina og það skiptir líka mála fólk ef að fólk næri ekki alveg utanum þetta hugtaka þegar við byrjum spjallið á inngildingar hugtakina, það næri ekki utan að þú veist það eru mjög aðgengilegar upplýsingar bara á netinu þannig að fólk getur lært og náttúrulega þarf að læra og það er eiginlega bara svona lykilatriði að fólk sem er að bjóða sig til þess að starfa fyrir almenning í landinu að fólk fræði sig og hafi þekkingu á hvað þetta þýðir og hvað þetta felur í sér, að þetta bara felur í sér að fólk geti búið við raunverulega lífsgæði.
þetta er ekki bara eitthvað hugtak sem að er líða eins og það sé eitthvað minna Nei. en restin. nákvæmlega nákvæmlega þetta. Þannig að þú veist, við viljum sjá fólk sem er með samkennd, er það ekki? Jú. Og vinni af mannúð. Og hugsa ekki þá okkur sem eitthvað charity case, við eigum þetta skilið að fá að vera hugsuð alveg jafn vel og alla aðra. Einmitt. Við erum ekki djók, við erum hérna, við erum manneskjur. Bara því að þú ert fatlaður því ekki að fá þetta. Og nokkur, þetta er ekki svona góðgerastarf. Réttindabaráttur er ekki góðgerastarf. Nei. Við eigum líka skilið að vera til. Já, og náttúrulega bara samfélagið verður auðvitað mjög ríkara af því að opna dyrnar fyrir sjálfsögðu. Já. Sem hefði aldrei átt að vera lokar. Því það líður náttúrulega okkar samfélagið því miður er svolítið fast inn í því hvernig á að vera á einhverju normi og það virðist vera svolítið útilokandi fyrir kannski það er bara því að það er búið að segja því að það eigi að vera svona en ekki hinsegin. Þannig að þegar það loksins gerir sig grein fyrir því að eitthvað er ekki eins og það átt að vera, þá getur stundu verið svolítið erfitt að breyta því. Já. En það er alveg satt, þú veist, en við erum búin að, þetta kerfin, þú veist, þau eru hönnuð með svona ákveð miðgildi eða ákveð norm í huga. En það er alltaf að skerða hag okkar allra, þú veist, í staðin fyrir að við, þú veist, bara opnum, breytum og kannski æfum okkur bara að sjá ólíka styrkleika. Engin er eins, allir er einstakir. Að við séum ekki að meta bara, þú veist, svona þekking er dýrmætari en einhver önnur þekking. Eða þessi færni er mun dýrmætari heldur en þessi færni. Það er mikið svoleiðis einhverju stigveldi í okkar samfélagi og menntakerfi en það er góður útpunktur, allir eru einstakir. Eða hvað varst að segja, þú orðaðir að betur? Allir eru einstakir á einhvern hátt. Já. Engin er betur en okkur annar. Það er bara einfallega svoleiðis. Og byggja frekar upp einhverju heild út frá því sjónarhótti. Að reyna að finna hana einhverja leið til að geta hjálpa hvort öðru. Þú veist, minnstu kosti reyna, sama hvort það tekstið ekki. Já, það er nefnilega líka svolítið fallegt, eins og þér að segja að fólk er svo hrætt við að mistakast líka, að það segja eitthvað vitlaust eða gera eitthvað vitlaust og vill þá kannski bara frekar sleppa því, en að líta á þetta engildingarferðli okkar samfélags kannski pínulítið sem listgjörning eða þannig þarf að segja að maður þarf að gera tilraunir og fólk þarf að gera mistök og en við þurfum allavega að taka slaginn og byrja á þessu ferðli. Hvernig getur verið vissum að þetta muni mistakast ef þú reynir ekki einu sinni? Hvort sem að textið ekki, það getur allavega sagt að það hafi reynt. Og kannski líka bara þarf fólk að, þú veist, vera tilbúið að vera svolítið berskjaldað, þú veist, einlægni er ótrúlega dýrmætur eiginleiki sem að maður saknar oft í svona almennri umræði, þú veist, þegar fólk er kannski einhverjum svona stellingum að verja sinn hlut eða vill ekki einhvern veginn berskjalda sig því þá er þetta að hangaði á einhverju eða eitthvað svoleiðis. Þannig að kannski þurfum við líka bara að stíga svolítið meir inn í opin, heiðarleg, einlæg, berskjöldu samskipti bara allstaðar. Ég held það. Og samræði bara líka tala sama að mann og fá alltaf fleira er í þetta og líka það að tala saman það hjálp bara einhver að koma málinu áfram sko. Þróa bara í sammenningu í samræðinu og þróa ykkur sjálf þróa ykkur sjálf og hjálpa meira og meira og bara allir að hjálpa stað eins mér, bara allir að hjálpa stað. Það er það sem þarf. Og að fólk sé, þú veist, boðið að borðinu. Þú veist, eins og bara að við erum að tala um pólitík og vald og svona. Þú veist, að það þarf að vera breiður hópur sem að tekur þátt í að taka ákvarðanir, ákvarða í hvað peningarnir eiga að fara og þá skiptir máli að, þú veist, fólk komi að því, alls konar fólk með ólíka reynslu heim og svona, líka jaðarsettir hópar. Af því að, þú veist, annars er svo hætt við að þú sjáir ekki, þú veist, af því að þú ert bara svolítið inn í þinni búblu, að þú sjáir ekki þörfuna, sért ekki meðvitaður af því að við erum, kannski, þú veist, það frekar einsleitur hópur sem er í valdastöðu í samfélaginu, þú veist. Þannig að við þurfum sýnileika, við þurfum breytinu, við þurfum að fá alls konar fólk í
alls konar störf. Samstöðu í þessu máli. Samstöðu. Á samstöðinni. Já. Þannig að ég, og bara falla fólkin og meira inn á alþingi og í valdarstöður og bara þannig að það sé ekki bara einhver aðrir sem að ráða þessu málaflokki fyrir hina og það á nú við marga jaðarsetta. Það ekki nóg að bara sé einhver aðrir. Það verður að koma að borðinu eins og segir. En kæra þakki fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu. Takk fyrir að bjóða okkur. Það var gaman að koma hérna og heita þig. Já, takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir og takk. Fallega glimma með jakkarum. Þetta er svona svo Brynja. Já. Ég ætla ekki að ljúga þig, ég er Abbo. Mér langar í þetta sko. Slá opnið þetta læginu hérna í lok viðtals. Það var gott að koma til þín og ykkar. Takk fyrir að koma og ég hlakka til eiginlega að tjekka á hvort að maður get ekki fengið að koma til ykkur í smiðju eða námskeið. Endilega og við hvetjum stjórnmálufólk til þess að taka þetta núna af fullum krafti fyrir kosningar. Já. Inn í öll málefni. Þetta er ekkert bara skrautir, þetta er bara líf og dauða. Þetta er bara mjög mikilvægt. Þetta er mikilvægt mál. Og það þarf að opna alla dyrnar bara. Og það er fullt af fólki sem getur stutt, hjálpað, frætt, aðstofað, bara að opna fyrir það og kalla eftir því að þú upplifir að þú hafir ekki þekkingu. Og það er frábært efni inn á heimasíðinu ykkur einmitt, bara upplýsingar. Já, og hjá öllum þessum hagsmunarsamtökum við hugsum jaðarsetta hópa. Þú veist, fólk er yfirleitt boðið og búið að bera sig eftir hjálpinni bara. Bera sig eftir hjálpinni, hlusta það sem fólk hefur að segja. En þetta er alvöru mál. Þetta er ekki eitthvað skraut eða eitthvað orð sem hefur enga þýðingu. Nei, þetta er svolítið upp og líf og döð fyrir okkar samfélag fyrst mér líka. Og þetta er algjörlega Akkur er alveg með þetta. Við erum ekkert að grínast. Þetta þarf að gerast. Þetta þarf að gerast. Við skorum á stjórnvöld. Já. Svo sannarlega. Þá er það Margrét M. Nordahl, listakona og þú veit nú með ýmsa hatta er það ekki titla. Jú. Viltu nefna þá eða... Ég nefni ykkur eiginlega bara þið séð í listvinnslunni. Við erum bara listafólk, við þrjú hérna. Og Elín Sigríður María Ólafsdóttir, listakona. Japp. Og málari, leikari, rithöfundur, syng og dansa og margt þeirra skemmtilegt. Gott og brautryðendur, þeir eru náttúrulega brautryðendur líka. Já. Það er rétt að segja það. Og Þórir Gunnarsson sem líka er þekktur undir svona hálfgerðu listamannsnafni sem er Listapúkin. Já, það er rétt. Ég mun aldrei kalla hann Púka, hann er alltaf einnig til að geta verið Púki. Nei, hann virkar meira svona eins og lista engill heldur Púki en Púkin er skemmtilegt orðsamt, Listapúki. Já. Þannig að og þið eru öll hjá listvinnslunni og... Hann má vera Snúlli. Ég fer ekki við það. Ég er bara Snúlli hjá Elínu. Snúlli hjá Ellu. Snúllukallinn minn. Kæra þakki fyrir að koma og takk fyrir samræðuna og spjallið og vona við getum haldið því áfram og fáum kannski, við vorum að tala glærupakkan góða, þetta er rosalega fallegu glærupakki. Það vilst alltaf svona glærur. Já, vonandi fæ ég bara að fæ ykkur kannski eða fæ að sína hann fyrir hlustendur og allavega fyrir áhorfendur og glærur eru kannski ekki mikið fyrir hlustendur en ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að taka þátt í samræðinu með okkur og Laufey Líndal Ólafsdóttur teknikonu þakka ég fyrir að eiginlega varpa okkur út og inn í heiminn. Við þakkum líka fyrir. Og við tökum smá fríminútur hérna við Rauðaborðið og komum aftur og hérna reynum að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Bye. Bye. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi.